Let's pray. Við skulum biðja. And I will make room for you, Jesus. Ég vil gefa útbúa svæði fyrir þig, Jesús. To do whatever you want to. Til þess að gera það sem þú vilt. To break down the walls of my religion. Til þess að brjóta niður veggi af mínum trúarhefðum. To shake up the ground of all of my traditions. Að hrista upp í öllum mínum hefðum. Have your way today, God. Hafðu þinn hátt á í dag, Drottinn. Touch our lips with your call. Snertu varir okkar með þinni köllun. We are the vessels. Við erum kerin. We step back and let you speak through us. Við stígum til hliðar og leyfum þér að tala í gegnum okkur. For your glory. Fyrir þína dýrð. And only what you once said. Aðeins það sem þú vilt að sagt sé. In Jesus' name. Í Jesú nafni. In Jesus' name. Í Jesú nafni. Okay. Hose pipes. Hose pipes. Hose pipes. It's the title of my message today. Það eiginlega garslöngur. Hose pipes. Hose pipes. There we have it. That is the title of my message for you today. Það titillinn af boðskapnum mínum í dag. If you want to turn in your Bibles to 2 Kings 4, 1-7. Ef þú flettir upp í Biblíunni í aðra konurbók 2 Kings 4, 1-7. Yeah. That's it. My brother Hilmar was sharing a little bit from it when we were taking up the offering. Hilmar kom aðeins inn á þetta þegar við vorum að taka upp fórnina. So, now the wife of one of the sons of the prophets cried to Elisha, "Your servant, my husband, is dead, and you know that your servant feared the Lord. But the creditor has come to take my 2 children to be his slaves." Ein af konum spámannasveinana sagði við Elísa og mælti, "Þjónn þinn, maðurinn minn, dáinn, og þú veist að þjónn þinn óttaðist Drottinn. Nú lánsalinn kominn til að taka báða drengina mína sér að þrælum." And Elisha said to her, "What shall I do for you? Tell me, what have you in the house?" And she said, "Your servant has nothing in the house except a jar of oil." En Elísa sagði við hana, "Hvað á ég að gera fyrir þig? Segðu mér hvað þú átt til heima." Hún svaraði, "Ambáð þín á ekkert til heima nema krús með ólífuolíu." Then he said, "Go outside, borrow vessels from all your neighbors, empty vessels, and not too few." Þá mælti hann, "Far þú þá og fá til láns ílát utan hús hjá öllum nágrunum þínum, tóm ílát og heldur fleiri en færri. Then go in and shut the door behind yourself and your sons, and pour into all these vessels, and when one is full, set it aside." Gakk því næst inn og loka dyrunum á eftir þér og sonum þínum og hell í öll þessi ílát og set þau frá þér jafnóðum og þau fyllast. So she went from him and shut the door behind herself and her sons, and as she poured, they brought the vessels to her. Gekk hún þá burt frá honum og hún lokaði dyrunum á eftir sér og sonum sínum. Þeir báru að henni en hún hellti í. And when the vessels were full, she said to her son, "Bring me another vessel." En ílátin voru full, sagði hún við son sinn, "Fær mér enn ílát." Hann sagði við hana. And he said to her, "There is not another." Then the oil stopped flowing. Það ekkert ílát eftir. Þá hætti ólífuolían að renna. She came and told the man of God, and he said, "Go sell the oil and pay your debts, and you and your sons can live on the rest." Fórum þá og sagði við Guðsmannunum frá, en hann sagði, "Farðu nú og seldu olíuna og gjald skuld þína, en haf til viðurlífs þér og sonu þínum það sem afgangsverður." Amen. So, the lady, the widow, þannig að ekkjan, so when she has a problem, þegar hún að horfast í augu við vandamál, she doesn't go to the loan shark. Hún fer ekki og reynir að slá lán einhvers staðar. She's not going to the bank. Hún ekki að fara í bankan. She's not going to her manager. Hún ekki að tala við yfirmann sinn. Asking for her salary advance. Til þess að fá borga fyrirfram. She's going to the man of God. Hún fer til Guðsmannsins. She's going to the prophet. Hún fer til spámannsins. And we og við have
a high priest, Við eigum okkar æðsta prest, Jesus Christ, Jesú Krist, seated at the right hand of the Father, situr við hægri hönd föðursins interceding on our behalf. og biður fyrir okkur. So is God the first port of call that we go to when we have trouble? Þannig að Guð okkar fyrsta val sem við förum til þegar við horfumst í augu við vandamál. Or do we look at every other opportunity first? Eða byrjum við að leita í alla aðra staði fyrst. Oh, I can put my house on Airbnb and make some bucks. Heyrðu, ég get sett húsi í Airbnb og fengi smá auka penning. Or I can do this. Eða ég get gert þetta. But we have direct access to the heavenly realms. En við höfum beinan aðgang inn í himnasalina. Our Father has storehouses laden. Hann á þvílík vöruhús sem eru yfirfull. So why is he not our first port of call? Því að af hverju hann þá ekki okkar fyrsta val? Why is not the first place we go to? Af hverju það ekki fyrsti staður sem við leitum til? But he should be. Það ætti að vera svo. He should be. Ætti að vera svo. We have a direct relationship with him. Við höfum beint samband við hann. We can enter the throne room of grace Við getum komið fram fyrir náðarhásæti hans in Christ Jesus. í Kristi Jesú. So then Elisha says to her, Og Elísa hann segir við hana, what shall I do for you? hvað á ég að gera fyrir þig? Tell me, what do you have in your house? Hvað áttu til heima hjá þér? You see, when we come to God, we Þið sjáið need að to þið be við- specific. Þegar við komum til Guðs þá þurfum við að vera bara nákvæm. God knows the problem Guð þekkir alveg vandamálið before we even ask him, áður en við biðjum. but we need to come to him and be specific. En við þurfum að koma til hans og vera nákvæm. Don't beat around the bush with God. Ekki vera að vafrast við Guð. There's no purpose. Það er tilgangur okkar. God, I made a mistake. Help me get out of it. Þú segir bara, Guð, ég klúraði þessu, hjálpaði mér. It's that simple. Það er svo einfalt. There's nothing difficult about it. Það er ekkert erfitt við þetta. And here the lady's husband dies. She's now in debt. Og hér þá sjáum við að eiginmaðurinn deyr, hún er skuldum vafinn She's about to lose her 2 children into slavery. og 2 synir hennar er bara farin í þrældóm. And God, and Elisha says, what shall I do for you? En Elísa segir, hvað á ég að gera fyrir þig? Tell me, what do you have in your house? Hvað áttu á heima fyrir? And she says, your servant has nothing. Þjónn þinn hefur ekkert. But that's not true. En það er ekki alveg satt. That's not true at all. Það er ekki alveg satt. When they were asking Jesus, should we pay taxes to Caesar? Þeir voru að spyrja Jesú, eigum við að borga skatt til Sesars? What did Jesus say? Hvað sagði Jesú? Whose picture, face is on the coin? Hvaða ímynd er á peningnum? Caesar. Sesar. So they said, well, render unto Caesar that which is Caesar's, Þá skaltu gjalda Sesar það sem Sesars er and render unto God that which is God's. og til Guðs það sem Guðs er. We are made as of God's image. Við erum búin til í Guðs mynd. So even if she had nothing in the house, Hún sagðist ekkert eiga í húsinu. not even oil, Eða enga olju. I can offer myself, God, Ég get borið fram sjálfa mig sem lifandi fórn. as a living sacrifice, Sem lifandi fórn. to live for your glory, Að lifa fyrir þína to tíð. live for your honor. Að lifa fyrir þinn heiður. But no, Nei, she says, no, I've got nothing. hún segist ekki eiga neitt. Isn't it sometimes for us the same when we find ourselves in a difficult, trying situation? Er það ekki svo þegar við finnum okkur á erfiðum stað? And I'm speaking from my own testimony this week. Og ég að tala frá eigin vitnisburði þessa viku. When it's difficult, Þegar það er erfitt, it gets negative. og þá verður allt svona neikvætt. I've got nothing. Ég á ekkert. Woe is me. Auðmikið ég. Oh. Æ. No! Nei, We have the living God við hefum lifandi Guð who's our provider. sem sér fyrir þörfum And okkar. if he is for us, who can be against Og ef us? hann er með okkur, hver getur þá verið á mót okkur? No one. Ekki nokkur einasti maður. Greater is he who lives in me Því meira er sá sem lifir í mér
than he who lives in the world. en sá sem lifir í heiminum. We have the victory. Við eigum sigurinn. We need to live with a victorious mindset. Við þurfum að lifa með sigrandi hugafari. But actually, she has a jar of oil. En í raun og veru þá átt hún olíukrukku. She has something in her house. Hún átti eitthvað heima fyrir. And so often we have something that we can bring to God, Og stundum þá höfum við eitthvað sem við getum fært Guði, but we don't know about it. en við bara vitum ekkert þetta. So true. We haven't thought about it. Við höfum ekki hugsað út í þetta. What can I do for you, God? Hvað get ég gert fyrir þig, Guð? There was that great military slogan in America. Það var svona hernaðar yfirlýsing í Bandaríkjónum. Don't ask what you can do, what your country can do for you, Ekki spyrja hvað þjóðin getur gert fyrir þig, but ask what you can do for your country. en spurð þú frekar hvað þú getur gert fyrir þjóð þína. We know what God can do for us. Við veitum hvað Guð getur gert fyrir okkur. Everything we need for life and godliness we have in Christ Jesus. Allt það sem við þurfum til lífs og guðrækni, það höfum við í Kristi Jesú. We have a great salvation. Við höfum frábæra frelsun. How often do we sit in our prayer time and say, God, what can I bring for you? En hversu oft situm við kannski á bæn frammi fyrir Guð og segja, Guð, My hvað get worship. ég komið fram fyrir þig? My Lofgjörð worship. mína, Yes. My prayers, bænir mínar, reading your word, lesa orð þitt, sharing the gospel. deila fagnaðarerindinu. Do we think about this? Hugsum við út í þetta? So, Þannig að, Hallelujah. so we see in verse 3 and 4, þannig að við sjáum í versi 3 og 4, and he said, go outside, borrow vessels from all your neighbors, empty vessels and not too few, þá segir hann, farðu út og fáðu til láns ílát utan hús hjá öllum nágrunum þínum og heldur fleiri en færri. then go in and shut the door behind yourself and your sons and pour into all these vessels, and when one is full, set it aside. Gakk því næst inn og loka dyrunum á eftir þér og sonum þínum og helli öll þessi ílát og settu þau frá þér jafn óðum og þau fyllast. It's like us. Þetta bara alveg svo við. The lady's being commissioned. Yes. Hún fær starfslýsingu eða kristniboðskipun. Go! Farið út! We are not told to stay in the comfort of our own homes. Við okkur ekki sagt að sita bara heima í stofu. We too in Matthew 28 are commissioned. Við hefum í Matthews 18 eða 28 þessa kristniboðskipun. Therefore all authority on heaven and earth has been given unto me, Jesus said. Jesús sagði, allt valdi mig gefið á himni og jörðu. Therefore go and make disciples of all nations, Farið því út og geri allar þjóðir að lærisveinum. baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Skýrið Spirit, það í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda. and teaching them to obey everything I've commanded you. Og kennið þeim að hlýða öllu því sem ég hef boðið þér. And though I'm with you always to the very end of the age. Og ég með ykkur alla daga, allt til enda veraldar. So firstly, the lady is told to go. Þegar konan, hún fær þessa skipun, ekkjan, hún fær þessa skipun að fara. Just like us, she's also told what to do. Og henni líka sagt hvað hún á að gera. Go and borrow vessels. Farðu og fá lánuð ílát. And from who is she told to borrow her vessels? Og henni sagt frá hverjum hún á að fá lánuð ílátin. Go to all your neighbors. Farðu til allra nágrannaðina. Not your neighbors of choice. Ekki bara það sem hún velur úr. Not your favorite neighbor. Ekki uppáhalds nágrannan. Not the one that doesn't talk to you. Ekki þennan sem vill ekki tala við þig. But every single one of your neighbors. Alla nágrannaðina. And who is our neighbors? Og hver eru nágrannar okkar? I recommend you read Luke 10, 25 to 37. Ég mæli með að þú lest Lúkas 10, 25-27. The parable of the Good Samaritan. Það dæmisagan miskunnsama samverjan. And Jesus in there is being asked question by a lawyer. Og Jesús það spurninga af lögmanni. And he says, what is written in the law? How do you read it? Og hann segir, hvað stendur í lögmálinu? Hvað lest þú? And he said, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. Og hann segir, þú átt að elska náunga þinn, elska Guð af öllu þínu hjarta, sálu og huga og elska náungan eins og sjálfan þig. And trying to trick Jesus, Og þeir eru alltaf að reyna að veiða Jesú í orðum. he then proceeds to ask him, so who is my neighbor? Og hann spyr voða
sniðugur. And Jesus then Hver þá proceeds, náungi minn? Jesus proceeds to tell him the parable. Og þá segir hann þessa dæmisögu miskunnsama samverðan. There's a man traveling from Jericho to here, to Jerusalem. Það maður sem á ferð frá Jericho og til Jerusalem. The other way around, sorry, Jerusalem to Nei, Jericho. hann akkurat að fara frá Jerusalem til Jericho. And he fell amongst the robbers. Og hann lendir í höndum ræningja. They beat him to almost dying. Þeir lemja hann til óbóta. Took everything. Hirða honum allt. And then comes walking a priest. Síðan kemur prestur gangandi framhjá. Sees the man who walks the other side of the road. Og hann sér mannin liggja hann í götunni en hann lappar framhjá. Very religious thing to do. Það mjög trúarlegt að gera þetta. Go to the other side of the road. Að bara fara á hinn kantinn. Sit on the other side of the fence. Eða fara bara á hinum megin á girðinguna. Not on the side for truth, on the other side. Ekki sitja á sannleiksmegin heldur hinni hliðinni. Then comes a Levite. Síðan kemur Leviti. He does the exact same thing. Og hann segist ekkert vilja með hann hafa. He crosses over to the other side when Og he hann sees the fyrir yfir man. á hinn kantinn. And then comes the Samaritan, Og síðan kemur samverjinn. who the Jews despised, Sem að nokkur sem að gyðingarnir þeir bara fyrirlitu. who they looked down upon, Þeir litu niður á það. who they frowned upon. Og þeir voru bara í ómög við. And what does he do? Og hvað gerir hann? He takes the man, Hann sér mannin. puts out his oil and wine on his wounds, Hann smýr sárin hans og græðir. puts him on his animal, Setur hann á asnan sinn. takes him to the inn, Og fer með hann í skjólhús. and looks after him, Og lítur eftir honum. pays for his bill, Og hann borgar reikningin á gistihúsinu. tells the innkeeper, if he needs anything else, give it to him, I'll pay the bill when I come back. Og hann segir þarna við hótelstjóran, ef það þarf eitthvað fleira, þá bara borga ég það líka. That's who your neighbor is. Það nágranniðinn. The least expecting person is your neighbor. Það svo minnst sem að þú ættir í raun og veru að geta látið dett í hug. Það kannski manneskjan sem náungi. It's not just people of the same traditions, Það ekki alltaf fólki af sömu hefðum people of the same religions, eða sömu trú. because we are called to reach all nations. Því að við erum kölluð til þess að ná til allra þjóða. So if we don't reach into the Muslims, how are we going to share the gospel with them? Ef þú nærið ekki tengingu inn til múslima, hvernig ætlar að deila fagnarindunum? All nations, Allar þjóðir, all people, allar manneskur. even the least expecting. Jafnvel það sem eru, They are your neighbors. jafnvel það ólíklegustu. Even if Það they eru have þeir sem different eru náðir. opinions to you, Jafnvel hafa öðru sér skoðanar en þú. that doesn't define it. Það ekki skilgreiningin. All people. Allt fólk. Yes. Absolutely right. Amen. Amen. And Jesus said in verse 37, the one who showed him mercy is the one who is his neighbor. Og sá sem sýndi honum miskunn, það sá sem náunginn. You see, and we are the same. Show Erum við mercy to everyone is what Jesus Við tells eigum að us. vera eins. Just as we have received mercy. Við eigum að sýna miskunn öllum, alveg svo við höfum meðtekið miskunn. Fresh mercy every morning. Það fersk náð dag hvern. And we see what type of vessel she must borrow then. Og við sjáum síðan hvernig ílát hún þurfti að fá lánuð. Empty vessels. Það voru tóm ílát. Empty vessels. Tóm ílát. She's not asked to go and get full vessels. Hún ekki beðin að fara og fá full ílát. She's not told to go and get half empty vessels. Eða hálf full ílát. But fully empty vessels. Heldur algjörlega tóm ker. And remember in Genesis 14, 22 to 23. Í 1. Mósebók 14, 22-23. And Abraham is coming back from the victory. Abraham hann að koma eftir sigur í bardaga. And the kings come out to meet him. Og konungarnir komu og hitt hann að máli. And King of Sodom comes up to him. Og konungur Sódómu kemur og segir við hann. Says, give me the people, you take all the possessions. Gefðu mér mennina en takk þú alla fjárhlutina. And what does Abraham say? Og hvað segir Abraham? I have lifted my hand to the Lord, God Most High, Ég upplyfti höndum mínu til drottins hins hæsta Guðs, possessor of heaven and earth, skapara himins og jarðar, though I would not take a thread or a sandal strap or anything that is yours. að ég tek hvorki þráðni skóðfengni nokkuð af öllu því sem þér tilheyrir. Lest you should say, Svo að þú skulur ekki segja,
I have made Abraham rich. Ég hef gert Abraham ríkan. You see, God is our provider. Þegar Guð, hann fyrirsjá okkar. And he was just going to show this widow how much of a provider he really is. Og hann var bara að reyna að sýna hversu mikið hann sér fyrir okkur. He didn't want you to come with 3/4 vessels. Hann vill ekki að þú komir með eitthvað svona kvartfull ílát. Half full vessels. Eða hálffull ílát. Don't come with absolutely empty vessels. Heldur koma með algjörlega tóm ílát. I will provide. Ég mun sjá fyrir. And she's told, don't be shy. Og henni sagt, vertu ófeimin. Get not too few. Taktu fáðu frekar fleiri en færri. Where's our faith? Hvar okkar trú? When we are asked to go and get not too few vessels. Þegar okkur sagt að ná í fleiri en ekki færri. Some of us battle to scrape one. Og sum okkar fara svona aftur og erum svona, já, við erum eiginlega bara förum aftur á byrjunarreit eiginlega. But this lady was told to go and get not too few, get plenty, get as many as you can, all the vessels you can. Og henni var sagt að fara út og náði eins mörg ílát og þú getur. And that's what she does. Og það nákvæmlega það sem hún gerir. She obeys. Hún hlýðir. She obeys. Hún hlýðir. Do you have faith for what God wants to do in and through your life? Hefurðu trú fyrir því að Guð gerir hlutina í gegnum þitt líf? Sixthly, in verse 4, we see that the lady is told what to do when she has got the empty vessels. Og síðan henni sagt hvað hún á að gera þegar hún búin að fá þessi tómu ker. Go in and shut the door behind yourself, and you and your sons pour into all these vessels, and one is full, set it aside. Og henni sagt að fylltu öll ílátin og leiður full að þá átt að leggja þau til hliðar. Very specific instructions. Mjög nákvæmar leiðbeiningar. There's nothing left to interpretation with God. Það raun og ekkert túlkunaratriði við Guð. Simple and clear. Bara hreint og beint. And he tells us the same in Matthew 6:6. Og hann segir það sama í Mattheus 6:6. When you want to pray, þegar þú vilt biðja, go into your room, farð inn í herbergið þitt, close the door, lokaðu dyrunum and pray. Og biðdu. Your Father who is in heaven sees in private what you're doing. Og faðirinn á himnum, hann sér nákvæmlega hvað þú ert að gera. You see, not everything that has to be a public spectacle. Það þarf ekki alltaf vera svona á opinberu vettvangi. Not every miracle God wants to do in your life needs to be on display for the world to see. Sérhvert kraftaverk sem Guð vill gera í lífinu þarf ekki alltaf að vera fyrir opnum tjöldum. It can be a personal healing. Það getur verið bara persónuleg lækning. And you keep it there between you and God. Og þú bara geymir það þar milli þín og Guðs. And if one day he says, now you share it. Og einn daginn segir hann kannski, nú máttu deila vitnisburðinu. And he uses you to share it. Og þá notar hann þig til þess að deila vitnisburðinu. But we don't need everything to be a public spectacle. En það þarf ekki alltaf vera fyrir opnum tjöldum. Some things are better done in secret. Sumt betra gert í leynum. Behind the closed door. Fyrir aftan lukta dyr. God was about to do a miracle in this lady's life. Guð við það að gera algjört kraftaverk í lífi þessar ekkju. And who's there to see it? Og hver þar til sem að sér? Her and her two sons. Það bara hún og synir hennar tveir. Not even the prophet. Ekki einu sinni spámaðurinn. Just the family. Bara fjölskyldan. Just the family. Bara fjölskyldan. Some things we need to do in private. Sumt gerum við bara persónulega. And be open for God to speak to you clearly in that place. Og þú ert opin fyrir því að Guð tali til þín skýrt og greinilega á þeim stað. You see, God provides everything we need. Guð hann sé fyrir öllum okkar þörfum. There's no mistake with God. Það engin mistök með Guð. There's no half measures. Þetta ekki eitt hálfkák hjá Guði. He's given us abundant life. Hann hefur gefið okkur líf í nægtum. In him we live and breathe and have our being. Í honum lifum við og hrærumst og eigum tilveru okkar. In him we have eternal life. Í honum eigum við eilíft líf. We are new creations born again. Við erum ný sköpun endurfædd. We are alive in Christ. Við erum lifandi í Kristi. The wage of our sin was paid for. Það var greitt gjaldið fyrir allar okkar syndir. We are debt free. Við erum skuldlaus.
We are free in Christ. Við erum frjáls í Kristi. It's the only way we are free. Þetta eina leiðin sem við getum verið frjáls. In Him. Í honum. So the lady was to pour into all these vessels. Og ekkjan hún að hella í öll þessi ílát. All the vessels. Öll ílátin. She didn't get to pick which vessels to pour into. Hún fekk ekki að velja hvaða ílát hún átti að hella í. She had to pour it into all the vessels she had taken from her neighbors. Hún átti að hella í öll ílátin sem hún fekk frá nágrunum sínum. It's the same with us. Það sama gildir okkur. We are to pour ourselves out into every person that God brings our way. Við erum að hella út af okkur til sérhverja mannesku sem á okkar götu. We're not asked to be selective. Við erum ekki að velja og hafna. But all vessels. Öll ílátin. Because I think we can all agree that every single person on the planet needs to know Jesus Christ. Ég held að við getum verið sammála það að sérhver manneska í heiminum þarf að heyra Jesú Krist. That is the truth, yes and amen. Það sannleikurinn já og amen. And how are they going to hear unless someone tells them? Og hvernig þau heyra nema ykkur segja þeim frá? And who's going to tell them? Og hver ætlar að segja þeim? But those that know. Það eru þeir sem þekkja og vita. We all know. Við þekkjum þetta öll. We all have the good news. Við þekkjum öll fagnaðarörindið. And we're all commissioned to tell them. Og okkur skipað að segja þeim. Amen. Amen. Preach, brother. And as the vessels were full, she set it aside and put another one there. Og þegar kerið var fullt þá íttu því frá og setti nýtt undir. And then we see in verse 5 and 6. Og síðan sjáum við í versi 5 og 6. She went from him and shut the door behind herself and her sons. Gekk hún þá burt frá honum og hún lokaði dyrunum eftir sér og sonum sínum. And as she poured, they brought the vessels to her. Og þeir báru henni ílát og hún hellti í. And when the vessels were full, she said to her son, "Bring me another vessel." En ílátum voru full, sagði hún við son sinn, fær mér enn ílát. And he said to her, "There is not another. Og hann sagði við hana, það ekkert ílát eftir. Then the oil stopped flowing. Þá hætti ólífuolían að renna. You see, Þið sjáið, this lady obeyed. þessi kona hún hlýddi. Key right there. She obeyed. Og hún hlýddi. Exactly what she was told to do is what she did. Allt það sem henni var sagt að gera, það framfylgdi hún. She did not deviate from those instructions. Hún var ekkert að valtra til hliða með skipunina. She obeyed what she was told. Hún framkvæmdi og hlýddi það sem henni var sagt að gera. God says obedience is greater than sacrifice. Og Guð segir að hlýðni betri en fórn. For I desire mercy, not sacrifice, and acknowledgement of God rather than burnt offerings. Því hann þráir miskun frekar en fórn. Hosea 6:6. Þetta í Hósea 6:6. And as she poured, they brought the vessels to her. Og eftir sem hún hellti, þá færðu kerin til hennar. They worked as a team. Þeir unnu eins og liðsheild. They worked as a team. Þeir voru að vinna eins og liðsheild. I love it. When Jesus sent out his disciples, Þegar Jesús sendi út lærisveina sína, he sent them out 2 by 2. þá sendi hann á alltaf 2 og 2. Absolutely right. And when we are commissioned, Og þegar við tökum kristniboðskipunina, and though I am with you always to the very end of the age. og hann segir, ég með ykkur alltaf, alla daga lífsins. So whenever you are out there, Þegar hvar sem þú ert þarna úti, there's at least 4 persons. það allavega 4 manneskjur. You, Þú, Jesus, Jesús, the Father, Faðirinn and the Holy og Spirit. heilagur andi. Jesus promised, Jesús lofaði þessu. I am with you always to the very Ég end of með the þér age. alla tíð. He's not asking you to go out alone. Hann ekkert að biðja að fara út einn. He's going out to be your partner. Hann fer út og samstarfsmaðurinn. He's going out to be your partner. Hann ætlar að vera samstarfsvinnuðinn. When the vessels were full, she said to her son, "Bring me another vessel." And he said to her, "There is not another vessel." Then the oil stopped flowing. Hann sagði við hann að það ekkert íláta eftir og þá hætti ólífuolían að renna. So when the vessels were full, the oil stopped flowing. Þannig að þegar ílátin voru, það var engin íláta eftir, þá hætti ólífuolían að renna. I see this as a prophetic picture for us here today. Ég sé þetta sem spámælega mynd fyrir okkur hér í dag. But instead of us being vessels, En í stað fyrir okkar að við séum eins og ílát eða ker, we are to be a hose pipe.
Við eigum að vera svo garðslanga. You see, God can pour out His blessing, Guð getur útelt blessun sinni, pour out His Holy Spirit, útelt heilugum anda, pour out His fire, eldi sínum pour out healing, og lækningu pour out life, og lífi and continue to pour it out. og haldið áfram að deila þess út. But if we are a vessel, En ef við erum ílát, when we are full, þegar við erum full, it stops. þá stoppar það. But if we are a hosepipe, En ef við erum garðslanga, it's flowing from us to everyone else in the world, þá flæðir þetta út frá okkur til allra í heiminum. it doesn't stop. Það stoppar aldrei. If we are willing to be a vessel in His hand, Ef við erum vilju að vera kér í hans hendi, if we are willing to be a hosepipe for Him in the nation of Iceland, ef við erum til að vera svona guðleg garðslanga fyrir hann, God wants fyrir to flow Ísland, through us and impact every single person in Iceland, það sem að allt færi að flæði gegnum okkur og hefur áhrif á sérhvern Íslending. all our neighbors, Alla nágrann okkar, not just some, ekki bara suma, not just a few, ekki bara fáa, but every one of us, heldur alla. if we will be a hosepipe. Ef við verðum eins og garðslanga, Let God flow through us. leifum Guði að flæða í gegnum okkur. Open the sprite and let Him move through our lives. Bara opna kranan og leifunum að flæði í gegnum okkur. It's time to stop sitting on the fence, folk. Það er tími til þess að hætta að sitja klófi á gerðingunni. It's time to say yes and amen. Það er komið tími til þess að segja já og amen. No more lukewarm. Enga hálfvelgju framar. I want to be a vessel for God. Ég vil vera kér Guði til dýrðar. And He wants to do it. Og hann vill framkvæma þetta. He wants to move through us. Hann vill hrærast í gegnum okkur. He wants to pour out His grace and mercy and Hann love. vill úthella náð sín og miskun. His fire that flows through us. Og eld hans sem að flæðir í gegnum okkur. 1 John 4:10-11 says, Fyrsta Jóhannesarbref 1. and this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be our propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. Þetta kærleikurinn, ekki að við elskum Guð, heldur að hann elska okkur að fyrra bragði. It's not a choice. Þetta ekki val, It's an instruction. þetta fyrirskipun. We have to love all the people of God. Við þurfum að elska allt Guðs fólk. Even if someone has hurt us. Jafnvel þótt ykkur hafi gert á okkar hlut og I'm not sært saying you okkur. have to be friends with them. Ég ekkert að segja að þú þurfa að vingast endilega við I'm hann. saying forgive them Ég að segja fyrirgefðu þeim and still love them. og halda áfram að elska þá. Because God loves them just like He loves you. Því að Guð elska þá alveg svo hann elska þig. And He will pour His Spirit out on all flesh. Joel 2:28-29. Í Jóhannes 2:10 segir að hann mun úthella anda sínum yfir allt hold. He wants to pour His Spirit out upon all of us. Hann vil úthella anda sínum yfir eitt og sérkvært okkar. We can have dreams. Og að við getum dreymt drauma. The prophetic can flow. Að hið spámanlega getur flætt. We can have visions. Við getum verið með sýnir. In those days I will pour my Spirit out on all men. Og hann sagði að hann muni úthella anda sínum yfir alla menn. For from His fullness we Yeah. have received grace upon grace. Því að fullnustu hans hefur við meðtekið náð á náð ofan. That is not a little bit of grace. Það ekki bara svona smá sletta af náð. And then when we've used that, God gives us more grace. Og þegar við erum búin að nota hana þá fáum við aðeins meira. No, that's that we've got grace. Hann segir við höfum náð. And as we use that grace, Og þegar við erum að notast í og virka í þeirri náð. it doesn't decrease. Hún minkar ekkert. It's constant. Og þetta stöðugt. Because God, Christ has assigned to us, each one of us, the portion of grace that He's given us. Því að hann hefur útelt náð sinni yfir eitt og sérkvært okkar. And as we live and grow in Him, so that increases. Og þegar við lifum í náð hans þá heldur hann áfram að aukast. We will never use God's grace. Við munum aldrei ganga til þurðar á náð Guðs. The portion assigned is constant forever. Þegar þetta stöðugt flæði að eilífu. And Lamentations 3:22-23 says, Í ljóðaljónunum segir the steadfast love of the Lord never ceases. að hinn stöðuga ást og kærleikur Guðs hættir aldrei að verka. His mercies never come to an end. Að miskun hans, hún hefur engin endamörk. They are fresh every morning. Og þau eru fersk dag hvern. Great is His faithfulness. Mikil trúfesti hans. Every morning, fresh Sérhvern mercy. morgun náðin ný.
Will we be host pipes for God to flow through? Og að við megum bara vera garðslöngu sem að Guð fær að flæða í gegnum. As we come to a close, Þegar við komum hér að lokum, I was reminded of Jesus sitting there in Mark 12, 41 and 44. þá var ég myndur á í Markus 12:44. And Jesus is sitting there opposite the treasury, watching the people put in their offering, putting in their offering. Og þar hann situr við Guðakistuna eins og hún var kölluð og hann að horfa á fólkið setja í sjóðinn. And all these people are coming in and they're putting in out of their abundance. They're giving from their abundance. They're giving from their abundance. They're giving from their abundance. Og allir voru að gefa allsnægtum sínum. And then a lady comes in, a poor widow, En síðan kemur fátæk ekkja and puts in 2 coins. og hún setur 2 peninga. And Jesus said, Og Jesus sagði, truly I say to you, this poor widow has put in more than all those who are contributing to the offering box. sannarlega segi ég þér að þessi fátæka ekkja gaf meira en allir hinir lögðu í fjárhirsluna. For they all contributed out of their abundance. Allir gáfu þeirra á allsnægtum sínum. But she out of the poverty has put in everything she had. En hún gaf að skorti sínum allt sem hún átti, alla björg sína. Everything she had to live on. Allt sem hún átti til að lifa af. I feel to encourage us today. Mér finnst ég að uppörfa okkur í dag. In terms of poker, Alveg eins og ef við tökum eins og póker, that widow að þá ekkjan, went all in. þá eins og í póker, það svona all in. Yes. Leggja allt undir. Everything to Jesus. Hún gaf allt til Jesú. That's right. Not holding anything back. Hélt engu aftur. Are we willing today Eru við tilbúin í dag to say to Jesus, að segja við Jesú, I'm all in. ég legg allt undir. I trust you for everything in my life. Ég treysti þér fyrir öllu í mínu lífi. I'm not going to deny you before men any longer. Ég mun aldrei afneita þér frammi fyrir mönnum. I'm not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation. Ég skammast mín ekki fyrir fagnandi því að það kraftur Guðs til hjálpræðis. I'm all in Jesus. Ég legg allt undir Jesús. Everything of my life, Allt sem tilheyrir mínu lífi. all of my possessions, Allar mínar eignir. all of my time, Allur minn tími. everything, I say it's yours, manage it. Og ég segi bara, ég gef þér þetta allt, sjá þú þetta. Am I saying stop working? Ég að tala að hætta að vinna? No. Nei. What I'm saying is in the workplace, you're a lamp on a lampstand. Ég að segja þér að á vinnustæðinu, þá þú In the ljóskerið workplace. á standinu. In the workplace, we are willing to share the good news. Þannig að á vinnustæð þá ertu tilbúin að deila fagnaðarhundunum. In the workplace, we are happy to say, I believe in Jesus. Og á vinnustæðinu þá ertu tilbúin að segja, ég trú á Jesú. Willing to be that living sacrifice Við þurfum að vera þessi lifandi fórn which God can flow through sem Guð getur flætt í gegnum. as we spend time in the secret place being filled up. Og þegar við eyðum tíma með honum á okkar leyni bænastað With the door closed behind us, og dyrnar eru lokaðar and He fills us, og hann fyllir okkur, that He may throw through us að hann megi flæði í gegnum okkur as we are out in the world living þegar við erum úti í heiminum að lifa lífinu for His glory. fyrir dýrð hans. So today, Þannig að í dag, if you feel God is stirring your heart, ef þér finnst Guð vera að hreyfa við hjartaðinu, I believe God wants to work in our lives now. þá trúi ég því að Guð vilji verka í lífum okkar nú. Hilma and I, we're going to close our eyes. Og við ætlum að loka augunum aftur. We encourage you to close your eyes. Við hvetjum þig til þess að loka augunum aftur. Don't worry about what's happening to your left or right, back or front. Vertu ekkert að velta fyrir hvað að gerast í kringum þig. If God is tugging your heart Ef Guð að toga í hjartað þitt and you want to be a hose pipe through which He can flow, og þú vilt vera eins og garðslanga sem hann getur flætt í gegnum. you want to go all in for Jesus, Þú vilt leggja allt undir fyrir Jesú. I'm going to ask you to stand in your quiet place. Ég vil að þú standir á þínum kyrrastað. Nobody's looking. Enginn að horfa. Our eyes are all closed. Laug okkar eru lokuð. This is between you and God. Þetta bara milli þín og Guð. It's got nothing to do with anyone else in the room. Hefur ekkert með neitt annan að gera hér inni. And I'm going to pray for us. Og ég ætla að biðja fyrir okkur. Heavenly Father, Himneski Faðir, you know each and every one of us standing here before you. þú þekkir eitt og sérkvort okkar sem hér fram fyrir þér. You know the desires of our heart. Þú þekkir þrá hjarta okkar. We stand here today and we publicly confess Og við stöndum hér í dag og við
játum opinberlega We are all in. að við leggjum allt undir. I pray, Father, now Ég bið nú, Faðir, for my brothers and sisters. fyrir bræðrum mínum og systrum. Come, Holy Spirit, come. Kom þú, heilagur andi, kom þú. Come, fire of the living God. Kom þú með Fill us eldinn. afresh. Fyllt okkur á Fill us ferskana. with your mercy. Fyllt okkur af miskunn þinni. Fill us with your grace. Fyllt okkur af náð þinni. Flow through us, Father. Flæddu í gegnum okkur, Faðir. In Jesus' name. Í Jesú nafni. Come and fill us afresh. Komdu og fyllt okkur á Come ferskana. and burn all the chaff out of our lives. Taktu allt drossið úr lífum okkar. Whatever's hindering us, deal with it now. Take the shackles off of us. Taktu alla hlekki af okkur. Eigðu við okkur. In Jesus' name. Í Jesú nafni. I'm all in, Lord. Ég legg allt undir, Drottinn. Amen. Amen.